Daginn, ég heiti Valgerður og þetta er Elín og hún ætlar að aðstoða mig í dag. Við ætlum að skipta á rúmi hjá sjúkling frá höfuðlagi, þannig að hann situr í rúminu og þá byrja ég á, ég er búin að þvo hendur og taka til allt sem ég þarf. Ég er búin að rúlla lakinu þannig að það er auðveldara að setja það á rúmið og ég byrja síðan á því að hækka hækka rúmið upp. Svo byrja ég á því að taka sængina úr sængurverinu og Elín aðstoðar mig hér við það. Og við tökum hana svona úr sængurverinu þannig að sængurverið liggi áfram á sjúklingnum. Þannig að hann til að skýla lektinni. Síðan byrjum við bara á því að fjarlægja koddann og við tökum lakið af rúminu og síðan kannski ef hann á erfitt með að sitja þá ætlar Elín að hjálpa honum að sitja meðan ég gríp lakið og ég sem sagt hef lakið svona á rúminu þannig að það sem ég er búin að rúlla geti rúllast áfram niður á eftir. Svo passa ég bara að snerta ekki hreina línið og ég passa að brotin séu á réttum stað. Þau segja okkur til hvar lakið á að vera á rúminu og reynir sem sagt að ýta það sem ég er búin að rúlla upp eins nálægt rassinum og ég get. Síðan bara höldum við áfram að taka skítuga lakið af rúminu og yfir rassinn og rúlla síðan niður þannig að hann getur síðan sest á hreina lakið. Og Elín hjálpar mér. Svo bara höldum við svona áfram niður eftir rúminu þangað til að lakið er komið alla leið. Skipta lakið fyrir að vera af. Við vöðum því bara svona saman og það fyrir bara í óhreint og hreina lakið svona komið niður. Síðan lögum við lakið aðeins til og því bara aðeins neðar þannig að það sé svona jafnar á rúminu. Svona. Og síðan byrjum við á að festa lakið undir rúminu og við byrjum á hliðunum. Við byrjum á hornunum og þá þarf að passa að gera hornið alveg rétt og setjum það svona yfir og undir. Svo setjum við hendina hér, pössum að sé alveg slétt og setjum það svo undir. Svo fyrir við bara í hitt hornið og gerum alveg eins. Pössum að sé alveg strekt hérna, tósa við í og
hana bara og ef þú strekkir móti mér þannig að það ekki sé alveg slétt. Við viljum einmitt ekki hafa neina svona miklar kruppur því að það getur sem sagt valdið þrýstingsárum, bara óþægilegt fyrir sjúklinginn. Og svo bara skiptum við á koddanum, tökum við bara óhlýðna af og einmitt pössum síðan að sem sagt hreina línið snerti okkur sjálf ekki. Svo við setjum það utan yfir. Svo er það komið þá. Koddinn er komin í koddaverið og þá getur hann fengið hann. Þá endum við á sænginni og tökum við við tökum sængurverið svona pínu upp og höfum sængina. Og það er einmitt gott að vera bara tveir í því. Svona. Og þegar að hreina hreina komið svona kannski hálfa leiðina og allt í lagi að bara setja hana aðeins bara yfir sjúklinginn og svo er það hægt að laga sængina þannig að hún óhringist ekki síðan. Svona. Svo bara þetta búið bara síðan sjúklinginn. Þá er bara sjúklingurinn klár og svo er bara að skila við rúmið með því að lækka það aftur niður. Svo bara pössum við að hafa bjölluna þannig